mig og elski mig. Þetta er skjárinn. Ég er Dóra, finnir mig á Tinder. Já, ég held að þú er að fara að byrja með mamma en alltaf leið. Gott kvöld. Þetta er skjárinn stöðugt að bara Strúdal, laugardaginn 7. mars 2021. Í kvöld verður byrjað á góma og við ætlum að líta á liði og við ætlum að gera ýmislegt í kvöld. Og með mér þetta 900-inn. Nei, ég fann það bara hér í stofunni. Já, en lítum fyrst á þetta. Dóra, það er ekki jarðskjálfti. Jú, þú ert bara skrítin. Ég er bara að reyna að útskýra hvernig... Þetta er gos. Það er jarðskjálfti. Það er ekki að taka bæmuna. Ég held að það ekki að taka bara þetta morgun. Ég ætlum að finna allt ég eftir maður. Já, það er ekki að finna allt og taka bæmuna. Það er ekki alveg góð takk. Hei, má ég syngja þarna introið í þessu sitcomi? Já. R&B, ég er með vinnutinni og ég er einu vinnutinni. Yo, dudes! Karakter, Þorsteinn. Já, hvað har ég endur fórstun? Ég er með. Þetta hefur klasturina. Þú sló grátt af mér. Er þetta klámynd? Já. Þetta er klámynd. Naked picture of it. Mér langar það að segja. Úlala. Þetta er með bláa spólur. En þú ert kona, þetta er lesbía. Sorry, en þið eru að gera þetta með Líka sorry að þetta sé ekki sami hatturinn og hatturinn minn flutti. Já, við erum flytja. Ég er þetta hérna. Já, þetta er bara tjótt. Ég myndi að safna mitt og fréttablaðið og síminn minn og svona. Þetta er eiginlega tala við þig. Ég verður meira Gunn og Felix út að aka á morgun, ok? Ég kemur meira morgun. Ég er með bláu spóluna. Þetta er Gunn og Felix Naked picture of you. Þetta er Gunni og Felix úti að aka, þetta er barnaplata. Þorsteinn. Já, en ef við ekki fara... Hei, ég ætla bara að fara. Erum við búin að kaupa nýja íbúð? Nei, þú ætlar að það? Nei, ég ætla að þú ætlar að gera. Þú ætlar að gera það? Hei, þið ætlar kannski að gista hjá hattinu mínum. Við skulum bara fara til hattinu. Það hættum við að flytja. Veist að við glemum að kaupa nýja íbúð. Ég fylgja með húsinu. Já, ætlar þú bara að vera hér? Já, ég fylgja með húsinu. Þorsteinn, þetta er ekki póströndin. Oh my god, þau eru fyndin. Já. Ógeðslega fyndin sitcom. Já. Hey, þú ert ekki nefnilega þessi sitcom. Þetta er bara mynd. Þetta er Come on, ég vil hjá þér. Þau eru svo nýrlega. Þau eru svo ófært. Ég vil ekki þetta. Þau eru svo nýrlega. Einasta þætti, ok? Þetta er svona svona. Ég er meðinlega sitcom. Já, velkomin í Matarhauk. Í dag ætlum ég að kenna ykkur hvernig að búa til mat. Ég skal þig. Ég er ný skilin, hann er ekki spyrja út að hverju svona. Fyrsta sem við viljum gera er að ná í... Selska. Já. Ég er að koma. Hvað er það, Haukur? Já. Það er ekkert hérna í boði. Hvað þarf að fara að elda? Ég hafði einhvern veginn. Það var ekki hérna eitthvað. Þetta er krydd. Tómatsósa. Þannig að þetta er það eina sem við eigum. Tómatsósu og tómatsósupakka, 2 gafla og tómatbjór. Já, við finnst í mötunni í gær og borða allt þannig. Nú ekki mikið til, en ég er að fara út í bónus eftir 3 vikur því að allir innkaupaskjánum eru bara á 3 vikna fresti. Þannig að, já, ég fer eftir 3 vikur
Þannig þú eru bara að rætta sögum en næstu 3 vikur verður kannski alveg jafn góð þáttur á vanalega. Það sem ég gera að setja þetta hérna í. Það hefur komið svalandi-drykk þegar ég var svona að taka út í og salka sósuna út úr honum. Já, takk fyrir mig í dag, þetta var aðtökkur. Já, við erum nýja þríkið, Víðir, ég er kona sem veit ég neitt og Freystið, gaurinn sem veit allt eldgos í lopapessun. Ykkur spurningar? Já, Björningi frá Byljanum. Eigið þið ekki skilið að fá fólkaorðuna af venjulega þríeginu? Við erum nýja þríkið. Ég elska Gamla eldgos. COVID-þríeginu. Ég elska þegar þið gjósa. Gamla þríkið er hægt því að það er ekki heimfarið en það er að framkoma eldgos og við erum nýja þríkið. Víðir, ertu ekki þreyttur? Ég elska alla liti við hraun. Freystið, hvað segir þú? Björningi frá Byljanum. Já. Góða nótt Víðir. Og allt þetta sem brennur. Já, við viljum bara láta ykkur vita að það er ekki að fara að koma eldgos, ég skil ekki spennuna í þjóðinni, það er ekki að koma eldgos og þetta voru einu upplýsingafundurinn, þannig það verður ekkert eldgos. Björningi frá Byljanum. Já. Verður eldgos? Nei. Við erum bara að halda henni upplýsingafund til að láta vita að það verður ekki eldgos. Ég veit ekkert með eldgos, ég er bara þarna nýja Alma. Ég er nýja Alma og þetta er nýji Þórólfur. Björningi frá Byljanum. Hvað er það Björningi? Þegar við góðum aftur. Björningi frá Byljanum, þú þarft ekki alltaf að segja þú sért Björningi frá Byljanum. Þú græði alltaf bara Björn. Nei, þú þarft ekki að gefa enginn að Við vitum alveg hvernig þú lítur út, Björningi. Ok, og þú græði alltaf bara Björn sem gefur á þetta blaðmannfund. Og þú gefur ekki neitt að það. Þetta er eins og við höfum ekki ná að leika það. Þetta er eins og Moppi Búbbi er komin á upplýsingafund almannavarna. Þetta er svona leikari. Hörðu, hann hýðir starfsmaðurinn í vínbúðinni. Hann var að eitthvað sorgi. Ösku. Jú, það. Ég rakaði hausinn og það kom jarðskjálfti á mig og klippið. Þetta er skrifstofan Sörmóð og við rifum allt út og flautum sig í klósett. Og líka, ekki bara það sko, við erum búin að setja heila sprengju út allt gólfið sko. Það er svo áhugaverð Þetta er svo að hafa íslensk mynda marathon hérna. Þannig að við höfum svo Mr. Bean's Holiday, Police Academy 3 og Madagaskar. Ég hata lífið mitt. Ég held að þetta er bara rætt. til hamingju með skrifstofu þetta. Klippum. Víðir. Hæ, manstu eftir okkur? Við erum Þórólfur og Alma. Þú ert svikið okkur, þú ert bara fá nýtt þríegið. Og hefur svikið okkur. Þið eru bara svikið okkur, Víðir. Ég held að við verum 3 bestu vinir í heimi. Ok, og við getum gerið allt til að komið nóg, styrkja faraldurinn. Ég komið nóg, ok? Og við erum svo bara rekin og einhver eldgosa. Ég er það með ykkur. Björningi frá Byljanum, komið í þríegið. Ég bæla í lífu. Ég heiti Rósa X1XXX0Z æði. Ég er viral íslensk TikTok stjarna. Ég er búin að vera að gera marga óhæfileikarík vídeó. Og ég er 22 ára. Sko bara einn daginn þegar ég var svona þegar ég var 13 ára þá tók ég eftir einu þegar ég var á leiðinni á klósettið. Það mætti nú segja þannig að þetta kallast pissublinda. Ég er Emilia Sunki 69, besta TikTok-vikunnar. Og það var mjög leiðilegt þegar hún greindist með þessa pissubindi eða hvað svo þetta heitir. Ég bjó til sérstakt TikTok handa henni til að sýna hvað var leiðilegt.
Þegar var lítið á það? Já. Halló, þetta er ég, Emilía B. 69. Ég er alltaf til að besta TikTok vinkona mín grimdist með pissubindi. Ég ætla að dansa á henni. Ok. Get done. Takk, peace out. Svona þegar ég var alveg í spreng, þá fór ég á klósettið og ég bara léta út. Þá reyndar sá ég ekki neitt koma út úr mér. Ég vissi alveg vel að það var eitthvað að koma úr en það var ekki piss. Ertu viss að þú varst bara ekki að pissa? Ég var að pissa en ég bara sá ekki pissið. Það var bara óhugnalegt sko. Og ég er ekki viss hvort að aðrir séu með þennan sjúkdóm. Já, ég held nú að pissublinda sé ekki til. Ég er nú menntaður læknir að mennt og ég hef nú ýmsar heimildir fyrir því að þessi sjúkdómur er ekki raunverulega til. Mér finnst þetta nú bara að vera eitthvað kjaftæði hjá þessum ungu TikTok áhrifavöldum sem eru að tröllríða netið með síni fávísilegu hugmyndaflugi og óeðlilegri heimilistarfsemi í heila búi og þetta er nú bara eitthvað djöfulsins kjaftæði hjá þessum ungu áhrifavöldum í TikTok. Og bara, ég veit ekki hvort að þetta kannski tengist með ADHD eða athyglisbrest eða jafnvel lesblindu. Í rauninni höfum við einhverja heimildir að pissublinda gæti verið alvarlegur sjúkdómur en okkur finnst það afar ólíklegt vegna þess að flestir þessum sjúklingum hafa verið greindir með ykkur geðræn vandamál, þannig við höldum þetta sé kannski bara eitthvað óeðlilegt starfandi ímyndunarafl hjá þessum sjúklingum. Já, það er til lyf gegn pissublindu en það hefur nokkrar aukaverkanir eins og auknar bollukinnar, lesblindu og fleiri alvarlegar afleiðingar en það er að af öllum hlutum þá held ég að það sé mikið betra heldur en að vera með pissublindu. Ég er búin að vera að reyna að segja henni, hún er búin að vera hjá mér í nokkur ár. Ég er búin að vera að reyna að segja henni að pissublinda sé ekki sjúkdómur en hún bara trúir því ekki. Jafnvel þó að ég láti svo að sé sjúkdómur af því hún skrifaði handritið mitt. Svo eru líka önnur vandamál sem eru að ég sá ekki kúkinn minn þegar ég var í eftirpartí. Ég greindist með kúkablindu árið 2016. Já, engin karlmenn hafa fengið pissublindu en það er svolítið sorglegt að það sé ekki sanngjarnt. Það er ekki kynjajafnrétti í þessu skami hjá okkur. Ég var í Versló. Það var eitthvað eftirpartí. Og ég tók eftir því að Voff, hundar, les. Hei, drullaður í burtu krakki á settinu. Eru sem til einhverjar heimildir karla með pissublindu? Já, ég held að það sé einhver sem að joinaði skami 2016 sem er með okkur í þessu sem er búinn að vera með okkur síðan 2016 býr í Suðaustur Afríku en engin annar. En er ekki sérstakt að svona margir eru með hennan fágjafa sjúkdóm á Íslandi? Nei, ég held að það sé bara partur af skaminu sko. Partur af hvernig pissublinda virkar. En er pissublinda og kúkablinda sjúkdómur? Enginn veit, því verður ekki svarað í þessari heimildamynd. Við eigum að spila bústað. Við erum í pottinn. Nei, við komumst ekki í pottinn. Það komum til pottinn. Það kemst ekki neitt í pottinn. Af hverju myndir þú komast í pottinn? Það er allt stór. Míni, þetta er alveg stór pottur. Stór pottur, já, þetta getur alveg stór pottur. Þú kemst ekki í matreiðslupott. Hvað
hérna ævintýrum rauðhausu. Við skulum fylgja því í gegn. La 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 la. En flott karfa sem þú hefur hérna. Ég hef ekki körfu. Nú, En gaman, já. Hæ, Úlfur. Hvað ertu með hérna? Já. Ég er með krakk, ég er með vímuefni og ég er með vín handa ömmu því hún er krakkhus. Já, mætti ég kannski fá smá? Nei, þetta er fyrir ömmu. Rauðhaus. Já. Rauðhausa ertu burðardýr. Já. Rauðhausa aumingja var burðardýr fyrir ömmu sínum. Já. La 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 la. En Úlfur, ætlar þú ekki að koma heim til ömmuna að éta rauðhausu? Og svo sannarlega. Og allt í einu kom Úlfurinn hjá ömmu. Sælir. Mikla gott! Það var komin öskadagur þess. Hæ, rauðhausu minn. Hæ, amma. Hæ. Ertu ennþá að klæða þig eins og oddhvassu draugur, amma? Já, ég er ennþá glöð. Já, ertu ennþá svona, þú veist, rasísk? Já, ég er ennþá blind. Það getur vist að vera svört. Nei, amma, ég ætla að éta þig. Er það nú hægt? Já, út af ykkur ástæðu það hægt, ég veit ekki Þú verður að passa það, ég er Svona alveg... voru sögur fyrir 100 árum. Passa þér, ég er alveg skakka krakki. Fólk vitlaust þessa dagana. Ég vil ekki neitt kynferðislegt við þetta, ég bara... Svo getur þetta sétt í sögunni. Amma, ég kom með vín, Já, komdu inn, elskan. smakka. Hæ, elsku amma mín. Blessu, elskan. Þú ert svo ógeðslega mikið hár aftur, amma. Já, maður verður bara að safna. Mikið eftir rosalega stór augu. Já, ég veit það, þau bara stækka út hversu mikið að krakki ég til. Æði, má ég koma upp í rúmið hjá þér? Nei, helst ekki. Jú, come on. Ég vil ekki neitt kynferðislegt við þetta, maður. Nei. Ég er single, sko. Ó, amma, af hverju ertu með svona stóran munn? Ég veit af hverju, svo getur farið í sleik við mig. Nei. Af hverju er amma svona skemmtileg? Hún hefur aldrei verið svona áður. Hún breytist aldrei samt. Já, sko... Amma er alltaf eins. Jæja. Þú ert með svo fallega tungu, amma. Og þá ævintýrið búið og endaði illa eins og alltaf. En boðskapurinn þessari sögu að einhvern veginn getur Úlfur étist færi manneskjur og einhvern veginn geta þær ennþá verið lifandi inn í maganum. Og við lærðum líka að einhvern veginn í ósköpunum geta úlfar talað. Þannig að við endum þessu sögu og að segja að þið svæfa sér fucking heimsk og krakkar. Ég vona að þið verið lært hvernig ævintýri eiga ekki að vera. Þetta er alveg svo klám, allt er fake. Já, komið í sæl og verið velkomin í smökkunarhornið Mumma Season 3. Þessi þáttur í boði Sjóvá og AdamogEva.com. Þið munu sjá auglýsingu af AdamogEva.com hérna á eftir þessum þætti. Hérna erum við staddir í einhverjum hippa bítla. Já, viltu vita kannski svona hvernig þessi staður er? Já, hann var byggður hérna 1976 og hefur veitingastaður síðan og ekkert hefur breyst. Nema kannski þetta LG sjónvarp. Já, þetta er nýtt. Það var samt sjónvarp. Og þetta er ekki búin að breytast fyrir matseðlun okkar. Við erum aðeins komið með handslaginn mat og þetta er allt grænmetismjöl matur nefnilega. Og hefur alltaf verið fyrir grænmetisætur og vegan og... Já, getið þið sett á eitthvað annað? Nei, alls ekki. Þetta er fast svona, það er búin að reynsla og svo þetta er búin að vera í gangi í 4 ár. Ef ekki bara fá matinn. Nei, jú. Já. Halló, ég heiti
Samantha Williams og ég kokkurinn hér, ég frá Arabía og þetta vera arabísk grænmetissúpa. Nú, aftur með laufblöð. Já, borða þetta kostaði 500.000 að kaupa plöntu. Býtu, eru þið... Það vera svona krydd. Býtu, eru engin hnífapör með þessu? Já. Gundur, ég sagði þér ekki gera þetta svona. Já, bara borða allt. Allt. Afsakið, hvað skýður kona? Gera allt. Mummi, hvernig smakkast þetta? Fyrirgefðu ef þetta verður ekki gott. Fyrirgefðu líka þú. Er þetta óætt með mig? Það er eitthvað annað. Segja mér að þið gátu ekki gert þetta. Já, afsakið, Í 80 ár! það var nú bara 4 en ég fann Já. Mummi, borða ekki dansa. Borða ekki dansa. Mummi, borða ekki dansa. Andrea! Hvað er það? Er það eitthvað hitt og shit? Ég gerði allir bara að gera ekki. Slefa út í glasið. Ég hringdi í Súli, hún verður rosa góð að hjálpa börnum með svona þroskahefðun. Ég slökkti á lít. Skál, Andrea minn. Skál. Hver er góður ekki? Hver er góður ekki? Ef við ekki bara fara að rífa Fjarðargötu, elsta bíó í heimi, ef við svo ekki að byrja þjóðaskandallega að rífa allt Gurðaþorpið að byggja nött skrifstofusnaði. Já, er það ekki, rakkinn minn. Velkomin í Þreyttur Víði! Í þessu þætti ætlum við að gefa Víði ennþá fleiri ástæður til þess að hata líf sitt. En hérna í fyrsta þættinum, en í síðasta þætti þá var fólk sem að neita að fylgja sóttvarnareglum og undanþágu umsóknir. En í þessu þættur er ennþá meira crazy. Og við ætlum að byrja þér, Sigurbjörg, að draga. Já. Á ég ekki að draga? Já, þú draga. Hvað stendur? Víðir þarf að kljást við heimsfaraldur og heldur daglega upplýsingafundi. Auk þess að maður færir vírusinn og glímir við eftirkaust marga mánuði á eftir. Þetta er Víðir. Já. Ég veit ekki hvað ég blóður það. Og nú þegir þú Víðir, svo við getum farið í næsta drátt. Og Sippi, ætlar þú að draga næsta? Já, ég heiti Sippi, það er ég. Já, einmitt. Það eru 2 mögulegir valkostir. Já. Og ég ætla að leyfa þér að draga núna. Það verður eldgos og þarna í Víðir byrjar að vera með 9 almannavörnum og Þormóður og Alma Ditcham. Já. Já. Hvað var síðasta? Var það jarðskjálftar eða? Já, það var jarðskjálftar, ég bara henda því líka inn í mig. Vilt þú fara á adamogeva.com og fá þér tippi? Þú getur fengið 1 tippi í bíkuna þína. 2 tippi í bíkuna þína. 2 tippi í einu í bíkuna þína. 3 tippi í bíkuna þína. 4, 5, 6, 7, 10. Ok, bara. Ég get þetta ekki meir! Ég er ekki lengur! Víðir, ekki hoppa! Víðir! Nei! Víðir! Hey, flotti sokkar samt! Þetta er ekki frá Vilhelmum!
Víðir, ekki hoppa! Víðir, þú mátt ekki deyja! Nei, Víðir! Hann er dáinn. Björn Ingi frá Viljanum. Víðir er dáinn. Hann hoppaði niður. Björn Ingi frá Viljanum. Víðir er látin. Víðir Hann er látin. hoppaði niður af svölunum. Víðir er látin. Ég ætla að skrifa grein þetta. Stöðugt að hann hefur ekkert að segja Skjárinn, hver er góður ekki? Ef þú fara að koma að ríða elsta ríða. Eva.com Þið munið sjá auglýsingu af adamogevu.com hérna eftir þennan þátt. En þarna, já. Hérna erum við komin staddir á svona hippa veitingastað. Svona